Velkomin í enn einn þáttinn af Biblían á mannamáli, hlaðvarp fyrir lífið. Ég sestur hérna með Biblíunu minna og kaffibolla minn og við ætlum að spjalla þeim saman. Við höfum verið að skoða tíman og dagan eftir upprisu Jesú Krists og við nálgumst núna í maí uppstigningardag og hvítasununa og ég ætla að fara nánar í þá atburði sem þá gerðust þegar nær dregur. En við erum svona að skoða samt, við erum byrjuð á postulasögunni og erum að skoða hvað gerðist raunverulega inn í hvaða kringumstæður kemur kirkjan og hvernig byrjaði allt þetta ferli eftir að Jesús Kristur sjálfur var farinn af jörð. En fyrst smá móli. Mólan finnum við í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls, fyrstu versin þar, fyrstu 3 versin, já. Og þar segir svona: Hjarta ykkar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Það er Jesús sem að talar. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt ykkur að ég færi burt að búa ykkur stað. Þetta eru fræg orð frá Jesú og svolítið gaman alltaf hvernig hann segir, ekki vera hrædd, ekki óttast. Þetta er allt, ég er með þetta. Margir hafa velt fyrir sér og hafa sína skoðanir og innsæi inn í hvað fjöldi vistarvera er og svo framvegis og á hann ætlar að búa okkur stað. En það er ekki kannski áherslan sem í mólanum okkar í dag. Heldur þessi, að þú og ég, mannkynið allt, við fæðumst eins og sköpuð fyrir himininn. Það er að segja, við fæðumst með þrá eftir himnesku heimili og dvöl. Og býtum við, á hverju segi það? Það er ekki allir að hugsa um himinn, nei. Eftir himnesku heiminn og dvöl, þegar við hugsum um himinn, hvernig er hann? Hann er andstæðin við svo margt sem við erum að upplifa og sjá hér á jörð. Og við spurjum spurninga. Hugleitu spurningar eins og spurningar okkar og mannkynsins dauðan, tíman. Á hverju fá sumir stuttan tíma á jörð, á hverju aðri lengri tíma, hvað gerist eftir dauðan? Hvaða merking og tilgang hefur þetta allt saman? Af hverju erum við hér? Hvaðan komum við? Dýrin í kringum okkur virðast ekkert vera að spyrja þessara spurninga. Ég man eftir hún Káti í sveitinni, hann var ekkert að velta þessu fyrir sig. Hann bara góndi á tunglið og ylfræði. Við hins vegar setjumst niður, við horfum á það, við horfum og fylgjumst með því sem gerist í kringum okkur og hugsum. Og hvers vegna? Hvernig má það vera að þetta er alltaf gerjast innan með okkur? Hvers vegna erum við? Og hver erum við? Erum við hugmynd einhvers skapara eða erum við hér aðeins fyrir tilviljun? Við spyrjum líka spurninga um sársauka og pínu og kvöl, eins og þessi hryllilegu 2 orð sem að eiga hvergi að sjást saman í setningu, hvítblæði og barn. Við hugsum um þetta. Við hugsum um stríð, nú geisa stríð og átök. Og við hugsum, get ekki stríð og átök bara horfa á braut eins og kassettur og símriti? Af hverju er mannkynið með þessa þrá og okkur ákveðnir hlutir sem hjart okkar lengir eftir og þyrstir eftir? Hvað með dauða og gröf? Það er einhvað innra með okkur sem segir að allt þetta sem að ég var að nefna, þetta er ekki alveg svo á að vera og við þráum hitt og það er himneska lífið. Eitthvað sem er gott, fallegt, heilbrigt og er ekki með átök, ekki með stríð, ekki með dauða, ekki með sjúkdóma. Og oft á tíðum finnst okkur þetta ekki sanngjarnt. Af hverju er þetta allt svona á hóteli jörð? Einmitt. Ástandið er ekki eins og það á að vera á jörðinni. Það er það ekki. Heimilið okkar hér er ekki alveg eins og það á að vera. Og þá verðum við að velta fyrir okkur af hverju, hvaðan koma þessar hræringar og vangólveltur hjá okkur? Hver setti þessar hugsanir og þessa meðvitund inn í okkur að þetta ætti að vera einhvern veginn öðruvísi og við þráum eitthvað annað? Á hverju getum við ekki bara verið eins og kaninurnar, vera ánægð með æxlun og gulrætur? En við erum bara ekki svoleiðis. Og samkvæmt þessum orðum Jesú, þá erum við ekki ennþá komin heim. Við erum hér til að búa í haginn,
En Jesús fór ekki aðeins bara til að búa okkur stað. Hann gefur okkur líka nærveru sína, innsæði sitt, vísdóm sinn, kærleika sinn, hér og nú á jörð. Hann leyfir okkur sem sagt að byrja í undirbúningnum þetta líf í nýjum bústöðum. Hann leyfir okkur að byrja það hér og nú. Eina sem við þurfum að gera er að opna dyrnar og bjóða hann velkomin. Það er hluti af okkar ábyrgð, það er það sem við erum frjálsar verur. Við getum tekið ákvörðun, við höfum frjálsan vilja. En alveg sama hvort þú trúir á Guð eða ekki. Þetta spurningarnar, allt sem ég er búin að fara yfir núna, þetta er allt vangavelti mannkynsins, sama hvar þau eru stödd. Og þetta er ferðalagið okkar, þetta er að sögurum á. Skoðum það, hvort við þykir þess verið að opna dyrnar og leyfa honum aðeins að kíkja til okkar og sjá hvað hann býður upp á. Jæja, þetta var svona móli, en þá er það áframhaldi í postulasögunni og við erum bara rétt í fyrsta kaflanum og ég ætla aðeins að fara yfir hann. Enduðum síðasta þátt á þar líka miðjan, eða rétt, ekki einu svona komin inn í miðjan kafla, svo var hann að tala kraft heilags anda og verkan heilags anda í okkur. Næst þá eftir því greinir frá því að Jesús steig upp til himna. Uppstigningin átti sér stað og eins og ég nefndi áðan þá ætla ég að geyma það aðeins. Því það er alveg sér kapitali og það uppstigningardagur er 14. maí ef ég man rétt og öðru hvoru megin með hann þá verðum við með þátt það. Þar sem hann var uppnuminn til himins. En þá er það, hvað gerir strax í kjölfarið og þar grípum við niður í, það er frá 12. versi í postulasögunni 1. kafla. Þá snéru þau, þar sé lærisveinarnir, aftur til Jerúsalem frá Olíufjallinu. Þetta hafði allt gerst þarna upp á Olíufjallinu sem er, svo segir hér reyndar, er í nánd við Jerúsalem hvíldardagsleið. Hvað var hvíldardagsleið? Það var sú leið sem að þú gast að mátti fara samkvæmt lögmálinu á hvíldardegi. Þessu látum mátti ganga. Þarna voru ekki bílar og menn keyra ekki einu svona hvíldardegi í Ísrael en í dag, flestir þeir sem að fylgja þessu, en þarna gengu þeir og þeir máttu ganga hvíldardagsleið sem er innan við kílómetri, það er rétt innan við kílómetri og það passar Olíufjalli inn til Jerúsalem. Og þegar þeir komu þangað fóru þeir upp í loftstofuna þar sem þeir dvöldust. Loftstofan var aðstaða, stórt rými inn í Jerúsalem. Ég hef komið þarna inn þar sem að, og fleiri sem ég þekki, sem að er það hús og það rými, svo loftstofa sem að menn áallega hafi verið þessi staður sem að lærisveinarnir hittust. Öll húsið þannig í gömlu Jerúsalem er náttúrulega bara ævaforn. Gaman að heimsækja, hvet ykkur til að skoða þetta og endilega spyrja ef þið farið ein, leita frétta hvernig ég komist inn í loftstofuna, ef þið eru með gæt að spyrja þá hvort sé ekki að heimsækja. Þetta er svona ákveðin upplifun. En þannig eru við samankomnir eftir að Jesús er farinn frá þeim á jörð. Og þar voru Pétur, Jóhannes, Jakob, Andrés, Filipus, Tómas, Bartolómeus, Matteus, Jakob, Alfeusson, Símon vandlandari og Júdas. Það eru postularnir, allir samankomnir. En ekki bara þeir, það voru aðrir lærisveinarnir líka og fullt af konum líka. Konunum voru einnig stendur hérna með þeim og María móðir Jesú og bræður hans. Öll voru þau með einum huga stöðugt í bæninni. Hvað annað gátu þau gert en að biðja? Þetta hafði verið engin smá dagar sem að þarna hafði á undan. Meistarið þeirra, Jesús, rabbinið þeirra, hann hafði verið krossfestur. Hann hafði risið frá dauðum. Hann hafði birst þeim. Þau hafði talað með hann hafði snætt með þeim. Vá, og hvað nú? Hvað nú? Hvar erum við stödd? Hann skilur okkur eftir, hann er farinn, já, síðan stígur hann upp til himna og hann er bara horfinn á braut. Hann er búin að fela okkur verkefni muniði, hann faldi okkur verkefni hvað? Að halda áfram því verki sem hann hafði byrjað að boða Guðsríkið alla jörð. Það var hlutverkið. Það var ekki smá hlutverk, sko. Sérstaklega ekki að fylgja í fótspor hans, en hann hafði lofað, ég gef ykkur anda heilaga, ég gef ykkur heilan anda, hann mun hjálpa ykkur, hann mun styrkja ykkur, hann gef ykkur allan þann mátt
kraft, ekki bara til að vinna eitthvað kraftaverk út á við, heldur til að elska eins og ég elska. Svo þarna eru þau komin og þau biðja. Og þarna minnst á Maríu móðir Jesú. Þetta er í síðasta sinn í Biblíunni, Nýja testamentinu, sem minnst er á hana með nafni. Og þarna voru þau öll samankomin. Og þá stendur Pétur á fætur á meðal lærisveinanna og þetta voru 120 manns, postularnir voru bara 12, konurnar voru ákveðin fjöldi, svo var alls konar annað fólk líka með, þannig að þetta voru 120 manns samankomin og þau voru að biðja. Þá var að fyrsta mál á dagskrá í kjölfarið þessu og það var að velja nýjan postula í stað Júdasar Ískariot. Júdas Ískariot hafði tekið líf sitt af samviskubiti yfir því að svíkja Jesú og mín skoðun er sú og margar annarra veit ég að hann hefði ekki þurft að taka líf sitt, hann hefði bara geta komið til Jesú og beðið hann fyrirgefningu og Jesú hefði svo sannarlega tekið utan og fyrirgefa hann rétt eins og hann fyrirgaf Pétri fyrir að svíkja hann og afneita honum 3 sinnum. En hann gerði það ekki. Hann hörfaði og hún leið svo illa að hann gat ekki lifað við það. En þá var kominn tími, segir Pétur, að fá annan postula inn í staðinn fyrir Júdas. Og þá í 21. versi þá byrjar hann að tala okkur hvernig mann erum við að leita að. Og þetta voru skilirni hérna, hlusti, þetta voru svona skilirni fyrir því að fá eða geta orðið postuli einn af þeim 12. Einhver þeirra manna sem með okkur voru alla tíð með að drottinn Jesús gekk inn út á meðal okkar. Allt frá skírn Jóhannesar til þess dags en hann var uppnuminn frá okkur. Sem sagt, einhver aðili sem að hafi verið með frá upphafi. Kynntist Jesú alveg í byrjun, var með honum þegar hann tók skírnina og alveg þangað til hann steig upp til himna. Það segir okkur strax að þarna voru ekki bara postularnir á Olíufjallinu þegar Jesús steig upp til himna, það var miklu stærri hópur lærisveina og það var meðal einhverja af þessum mönnum sem þeir núna eru að leita að. Og svo gaman hérna, segir þessi aðili verður nú að gerast vottur að upprisu hans ásamt okkur. Sjáu hvað postularnir, hvað verkefni þeir litu á sem mikilvægt hjá sér. Þeir voru vottar, þeir voru vitnisburður þeir gátu sagt frá öllu líf og ævi Jesú og þeir gátu sagt að við sáum hann upprisinn. Við töluðum við hann, við borðuðum með honum, við komum við hann. Nú þurfum við einnig viðbútt úr þessum hópi sem að fekk að upplifa að reyna þessa hluti og staðfest upprisu hans með okkur. Þeir völdu 2 menn, Jósef, kallaði hann Barsabas, öðru nafni Justus og Mattías. Síðan báðust þeir fyrir og sögðu: Drottinn, þú sem þekkir hjörtu allra, sýn þú okkur hvort þessara þú hefur valið til að taka við þessari þjónustu og postuladómi sem Júdas vék frá til að fara til síns eigin staðar. Þetta er svolítið skemmtilegt ferli að skoða og þarna erum við að rýna eins inn í söguna upphaf kirkjunnar. Kirkjan er að byrja þarna. Þetta eru bara fyrstu dagar eða fyrstu dagur kirkjunnar. Ekki bara fyrstu dagar, heldur þegar Jesús er farinn, stiginn til himna, þá gerist þetta sem við erum að fara inn núna. Þetta er fyrsti dagurinn hjá 120 manna hópi. Ímyndið ykkur stöðuna. Ímyndið ykkur að engin kirkja veri nokkuð stað til á Íslandi eða í henni veröld. Hvergi. Nema hvað einu sal hérna ykkur stærri Reykjavík eru 120 manns og þeir eru með þá trú að Jesús hafi dáið, risið frá dauðum. Þeir hafa hitt hann, segja öllum að þeir hafa hitt hann, borða með honum og hann hafi falið verkefni og nú sé það verkefni að byrja. Ef þú væri í þessum hópi, hvernig myndi þið líða? Hvað verður að hugsa? Nei, nú erum við, hvað, er þetta alvöru eitthvað sem gerðist? Ég meina,
getum við ekki bara hætt núna, þetta var gott meðan það endist en nú er þetta nóg. Nei, þeir tóku þessu mjög alvarlega. Svo þeir eru að bæn, segja drottinn, þú hefur leitt okkur hingað, þú kallað okkur hingað, nú er verkefnið að byrja, okkur vantar hann apostolu viðbót og þau biðja hann að velja á milli. Svolítið gaman að því hér að þau síðan vörpuðu hlutkesti, þeir hlutust til hvor þeirra yrði valin og treystu bara Guðmundi velja það rétta í hlutkestinu fyrir þau. Eftir að nefna hér að eftir þetta, eftir hvítasunnudag, eftir að heilagur andi kom yfir kirkjuna og við að fara það eins og segja kringum hvítasunnuna, að þá hætti kirkjan eða hætti postularnir og þessi hópur að varpa hlutkesti. Þeir spurðu Guð og Guð leiddi þau og talaði til þeirra. En þetta varpa hlutkesti og treysta Guði til þess að bara koma með réttan aðila upp eða rétt mál eins og það þetta vera og leysast. Þetta fannst líka í Gamla testamentinu og prestarnir áttu það til í Gamla testamentinu að varpa hlutkesti til þess að leita leiðsögnar frá Guði og Davíð konungur gerði það og svo framvegis. Þannig að þetta var ekki óalgengt. Þeir varpa hlutkesti þetta. Og þarna fá þeir inn 12. postulan aftur og það var Mattías. Af þessum tveimur, Jósef eða Mattías, þá kom hlutur Mattíasar upp og hann var þá tekinn í tölu postulana með hinum 11 sem eftir voru. Kirkjan er það bil að verða til. Hópurinn er samankominn. Næsti kafli, annar kafli, og við ætlum ekki að byrja á honum núna, segir svona í fyrsta versi: þá er upparunnin hvítasunnudagur, voru allir samankomnir á einum stað. Og hvar haldið? Þeir voru ennþá í loftstofunni. Hittust á þessum stað inn í gömlu Jerúsalem, inn í miðborginni, loftstofun er það kallað, og þeir voru samankomnir á einum stað. Enn aftur. Þetta er 10 dögum eftir þetta sem ég var 10 dögum eftir að þessir atburðir áttu sér stað sem ég var að lýsa núna rétt á þenni í fyrsta kaflanum. Þannig að hlutirnir eru að fara í gang. Og þegar við erum komin í gang með það, þá sjáum við að allt fer af stað í postulasögunni. Postulasögun greinir frá næstu dögum, vikum, mánuðum og árum og eftir, og það eru þvílíkir hlutir sem gerast. Og Guð er með kirkjunni á svo stórkostlegan hátt að þeir fengu þann vitnisburð að þetta væri hópur fólk sem hefði sett allan heiminn á annan endan. Það er bara búin að snúa öllu við öllu á hvolf. Og þá var vitnisburðin, það gustaði þvílíkt af þeim. Ekki með yfirgangi, ekki með hernaði, ekki með þvingunum, ekki með fortölum. Nei, fyrir anda Guðs í krafti og mætti til heilbrigðislækningar og lausnar fyrir fólk í kærleika Krists. Máttur kærleika sem er svo mikill. Og ég segi, við hér á landi, reyndar, og ég ætla bara að halda mig við Ísland vegna þess að auðvitað þarf heimurinn allur. En ég hef sagt áður og ég get ekki tala nógu mikið það. Við Íslendingar, við elsku þjóð, við þurfum svo mikið á því að halda að fá þessa andlegu vakningu inn í hjörtum okkar. Og þegar ég segi andlega vakningu, þá er að tala andlega vakningu kærleikans. Andlega vakningu kærleikans. Ég er ekki að tala neitt af kirkjulegu rituali eða hvernig þú biður, hvernig þú stendur, hvort þú dansar, hvort þú syngur svona tónlist, hvort þú hoppar, hvort þú krýpur, hvort þú liggur. Ég er ekki að tala neitt af því. Það eru ytri túlkunaratriði yfir, og það fer svolítið eftir hver þú ert, hvað þið finnst þú eiga heima. Og ég er ekki að tala þú eigir ekki bara í kirkjur, alls ekki. En það breytir ekki öllu. Hvort þú ert að fara í kirkju eða ekki upp á það að gera, þú og ég, við þurfum andlega vakningu kærleikans. Við þurfum að leyfa kærleikanum að höndla hjört okkar. Ástandið fer versnandi, ef einhver getur við sagt í heiminum. Margt hefur batnað,
Margt betra heldur en fyrir einhverjum áratugum eða árhundruðum, en margt verra, og ef við tökum bara landið okkar, þá margt verra. Við heyrum stöðulega af óaldarverkum, hnífstungum, barsmíðum, þjófnaði, eiturlyfja sölu, eiturlyfja notkun, mansali, vændi. Þetta núna grasserandi í þjóðfélaginu okkar, af því að við höfum misst sjónar af ljósinu. Við höfum misst sjónar af kærleikslögmáli Guðs. Kærleikurinn getur hjálpa okkur út úr þessum ógöngum. Þess vegna þurfum við andlega vakningu kærleikans í hjört okkar. Látum staðar numið hér, elsku vinir, til að biðja Faðir vorið fyrir þau sem vilja og geta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.